Í friðlandinu á Hornströndum eru margar og fjölbreyttar gönguleiðir og hefur færst í vöxt að fólk gangi þar til dæmis frá Hesteyri yfir í Aðalvík 12 kilometra langa leið yfir Sléttuheiðina sem að hluta með góða göngustíga. Á ferð okkar á Hesteyri hittum við Hildi Dagbjörtu með 2 börn sín sem voru að gera sig klár í gönguna yfir á Sæból. Þið eru komið hérna á Hesteyri, hvert ferðinni heitið? Við erum að leiðinni í Stakkadal í Aðalvík. Við ætlum að byrja sumarfríið og smá fjallgöngu yfir fjallið hérna. Hefurðu farið það áður? Já, ég hef farið nokkur sinnum hérna yfir, þannig að ég þótt að það hef verið rosaleg þoka þegar við lögum að stað, þá var ég ekki áhyggjufull af því að tínast með krakkan einhvers staðar upp á fjöllum. Ég meira að segja fór í fyrra með systur minni, bæði í myrkri og þoku þessa leið. Og því við töfðum staðins í læknishúsinu, lentum í smá eftirpartíi. En áttu að mæti yfir í Stakkadal? Já, það er nú búist við okkur á svona kvöldmattatíma, þannig að við munum líklega ekki tefjast í einu partíi. Hvað er þetta löng leið yfir? Þetta er svona 2,5 tími fyrir fullorðna, en ég veit ekki alveg hvað við gerum ráð fyrir krökkunum. Það fer eftir hvað við drollum mikið. Hvers virði það heldur fyrir bara krakkana að læra þetta strax? Þetta er æðislegt. Ég frétti nú bara 6 ára stelpunum minni sem að óð bara beint yfir á sinna án þess að nokkur spurði. Hérna fyrir 2 dögum síðan. Þannig að þú ert ekki bara með þessi 2, það bíða þín 2. Já. Þau fóru undan á föstudaginn, voru að bíða eftir okkur í bústaðnum. En þessi perla bara á landinu okkar, hvers virði er hún okkur? Þetta er náttúrulega alveg ómetanlegt. Sérstaklega símasambandsleysið. Það geta einhvern veginn bara rifið sig úr öllu samhengi og verið bara maður og náttúra. Og upplifa bæði náttúruna og tengjast henni betur. Og fjarlæði sig frá þessum lúxus. Bara til dæmis rafmagn og rennandi vatn og sjónvarp og allt þetta. Og vinnan. Það er nauðsynlegt að kúpla sér frá vinnunni. Hvernig eldið þið til dæmis í Stakkadal? Við erum reynda með gaseldavél. Þannig að það er alveg elda og eldavél. En það er líka alveg grillað og slíkt. En það er engin kynding í húsinu og það er ekki rafmagn. Þannig að þetta er svona eini lúxusinn, það er eldavélin. Hvað með heitt vatn og sturtu? Það er sturta og það er hægt að hita með gasi. En það er nú ekkert svo hræðilegt að fara ekkert oft í sturtu og maður getur líka bara hoppa út í sjó og baða sig aðeins þannig eða út í ána. Það er ekkert svo nauðsynlegt. Hvað er það sem þú hlakkar mest til að gera í Stakkadal? Ég veit það ekki. Ferðu með bók með þér eða lestu eitthvað? Já, pabbi tók með 4 syrpur svo ég geti lesið. En farið að veiða? Já. En sko, þegar þeir fóru í Aðalvík þá stoppuðu við smá á bátnum og fórum að veiða smá. Við veiddum ekkert. Það eru nokkra flugur hérna, það er nokkuð að pirra þig? Það var ein innan gleraugunum. En vilt þú segja mér hvað þér finnst skemmtilegt að gera í Aðalvík? Já, mér finnst bara þetta bara mjög flottur staður og mjög skemmtilegur. Og mér finnst bara umhverfið allt í kring bara mjög flott. Mjög gaman að veiða þau. Þarftu eitthvað að vera í tölvu þegar þú ert í Aðalvík? Nei, mér finnst það bara engin veiði. Mér finnst bara mjög gaman að vera úti og þetta er bara líka mjög flottur staður. Hann var einu sinni að leika við tófuna. Einu sinni þegar hann var í Stakkadal. Viltu segja mér frá tófunni í Stakkadal? Já. Ég var hérna, við vorum bara að eldast og eitthvað. Var hún orðin vinur þinn? Já, maður getur sagt það. En ég veit það ekkert. Gott svar. Hvaða leið ferðu svo hérna frá Hesteyri? Hver eru næstu skref?
Það löpum hérna bara upp með læknishúsinu upp þar. Það nokkuð afmarkaður stígur svona upp á fjallið. Það ekkert flókið að rata frá Hesteyri yfir í Aðalvík. Síðast þegar ég labbaði í hérna þoku og myrkri, þá týndum við stígnum á einhverjum stað. En það er líka varðað. Og við náðum alltaf að sjá næstu vörðu. Eða fyrir utan nokkur skipti, þá löpum við bara aðeins í sömu átt, þangað til við sáum vörðuna. Maður bjargar sér. Já. En það allavega enginn þvernýp eða neitt sem maður getur labbað framfyrir á þessa leið. Ég segi bara gangi ykkur vel og góða ferð yfir í Aðalvík. Takk fyrir.